Það vantilega margir að gera sig klára fyrir morgundaginn og Eurovision partíin víða og þá nú ekkert leiðilegt heldur að kíkja örlítið út á lífið eftir Eurovision. Og hér í Hvítahúsinu á Selfossi á morgun hljómsveitin í svörtum fötum og það nú ekki alveg á hverjum degi sem að maður fær að spjalla við trommara í hljómsveitum, en hann Páll Sveinsson, eða Palli Sveins, hann á línunni hjá mér. Sæll og blessaður. Hæ. Þetta svolítið þannig að það oft hringt í söngvarann, sko. Var að tala í honum eða eitthvað? Nei, svo þetta líka bara, þér að tala móti sól og eitthvað svona og hringi eftir heimi, mér finnst þetta óa gaman og svona aðeins að breyta til. Já. Ég mjög ánægður skildir hringi mig, en það eini sko selfisingurinn eða sunnlendingurinn sem í bandinu sko, voru að gera sko grein fyrir því og þetta var bara, þetta sko landsbyggðar pólitík, það alveg 100% sko. Nákvæmlega. En það nú með eitthvað strákana hérna á Suðurlandinu sem eru mitt í þessum hljómsveitum því að loðið svona aðeins við ykkur líka að vera starfandi í skólum á Suðurlandi. Já, virðist einhvern veginn hitta svolítið á, ég skil ekki því sem hvað það sko. Nei, nákvæmlega. Það eru svona skólastjórarnir og sérkennararnir og svoleiðis. Það bara skemmtilegt. Það ekki? Jú, algjörlega. En hvað að frétta af ykkur strákunum í hljómsveitin svörtum fötum? Heyrðu, það nefnilega bara allt gott að frétta sko. Við erum bara svolítið svona að svona aðeins að bara fara að reyma okkur skóna og vera aðeins virkar en við verið svona síðustu ár sko. Við spilum svo óbúðslega mikið þegar það var bara þegar það var sem mest að gera hérna sín tíma, kannski 2002, 2006, 2007 eitthvað fleis. Að við svona hægðum á okkur og bara svona, dróum okkur aðeins í hlé, við vorum svolítið bara sprungnir eftir þetta tímabil sko. Það verður bara viðkennast, við vorum að spila stundum kannski bara 4, 5, 6 sinnum í viku bara og tókum okkur 2 eða 3 helgari frí á ári, þannig að við vorum pínlítið bara sprungnir sko. Já. En núna sko, nú erum allir bara komast á besta aldur og börnin okkar aðeins farin að alast upp og svona vera til aðeins meiri tími á mönnum og svona þá bara svo gaman að eiga svona saumaklúbb eins og hljómsveitir ekki. Já, segðu, Já, og þá fyrir við að fara að syngja og segja hvað, segja að fara að gera eitthvað og fara að spila og eitthvað og það bara sem við gerst og svo síminn bara ekki stoppað, við búin að spila ársaldtíðum, skólaböllum og þorrablótum og hingað og hangaðan land í vetur og bara búið að vera færlega gaman sko. Já, ég trú því. Já. Þetta einhvern veginn svona svipa með þetta eins og útvarpsbransan að það svona einu sinni prófað og getur ekki hætt. Já, ætla sé ekki einmitt svolítið svo. Ég hugsa það sko. Algjörlega. En já, það eru stuð stemming og hvað ætlaði að bjóða upp á í Hvítahúsinu? Já, sko, við höfum nú gert það nokkuð sem áður að vera með svona einhverja Eurovision stjörnum með okkur og svona kvöldum Greta Salome að spila með okkur og Jóhanna Guðrún og fleiri og nú Selma með okkur og þess Selma hefur verið aðeins að vinna með okkur í vetur, við tókum lag saman og gáðum út og svo hún verið að tróða upp með okkur á árshátíðum og svona skemmtikvöldum og fleira, bara fællega gaman að hafa hana með okkur og þau myndi alveg geggjaðan dúett hún og Jónsi sko. Og það sem við viljum að gera morgun að við viljum að renna svolítið í prógrami sem við verið að taka með henni sem við bara svona blanda hinum á þessum lögum, náttúrulega Eurovision-lagið hennar og svo svona duettar með Jónsa og bara skemmtun og svo ætlum við að taka svolítið mikið af Eurovision-lögum þetta kvöld. Við eigum nú 1-2 Eurovision-sirkur bara á prógraminu og við ætlum að henda því bara öllu í tilefni kvöldsins á morgun. Kekjað. Og blanda því svo bara saman við okkar lög og svona bara sitt lítið að hverju. Við höfum nú sko verið þekktir fyrir lífleg böll og við ætlum ekkert að breyta þinn þetta morgun, bara keyra á þetta alveg dundrandi sveitaball á Suðurlandi sko. Já, það bara geggjað. En þið takið upp þetta lag stanslaust stuð, eitthvað svona sérstök ástæði fyrir því að þið veljið þetta lag? Í rauninni bara fórum við að pæla í okkur langar að taka eitthvað lag sem að við getum bæði verið með þau í duett Jónsa og Selmu en hittum á það að langa svona heiðra Pál Óskar svolítið og ég veit ekki eða akkur við römbuðum inn á þetta bara kom allt inn upp í einhver spjalli og við mátuðum það og það bara svínvirkaði og við hendum okkur bara í hljóðver og tókum upp og bara virkaði og bara aðeinslega gaman. Þetta var með frekar svona litlum fyrirvara og ekkert mikil vinna löði þetta heldur bara eiginlega tekið upp á einu mótni bara á lögadegi bænum í október og svo bara gefið út og þetta bara búið að virka aðeinslega á böllum og fengi bara góða spilun og gaman og hver veit nema að vera eitthvað framhald á fyrir að gera bara eitthvað eigið efni eða eitthvað slíkt sko. Já, skemmtilegt. Þið myndi taka þetta í svona smá svona rockuðum fíling.
Já, það er pínu svona okkar líkt að þessu, eða ekki? Örlítið. Örlítið. En já, Palli, það eru gaman að fá ykkur í Hvítahúsi og ég tala ekki fyrir fólk sem að er heima í partíum og annað og að horfa á keppnina. Ég meina, þó að við séum ekki með og þá er það nú bara eins og það er, en það heldur áfram Eurovision þrátt fyrir það. Já, því er ekkit að slá slöku við og það er alveg gráðuplagt að skella sér bara yfir ána og í Hvítahúsi og barinn hjá Einari og ballið okkur og það er bara garantir að stuða, það er ekki flóknara það sko. Alveg geggjað, því ég ætlum að gefa ykkur nokkra miða hérna eftir. En gaman að heyra í þér og ég ætla að spila þetta lag sem að þið tókuð upp saman. Ég held að sé bara vel við hæfi. Vístu vel á þetta, takk fyrir þetta henni mín og sjáumst ballin á morgun. Já, bye bye. Ok, bye bye.